Motta úr puttaprjónaðri lengju sem saumuð saman í spíral. Í þessa mottu notað gróft ullarband, fingurnir til að prjóna með og nál til að sauma saman. Bandið lagt í lófan, þumalfingur klemmir lausa endan. Nú bandinu vafið fingurna, fram og tilbaka. Þetta verða 4 lykkjur. Aftur vafið fram og tilbaka. Byrjað við vísifingur og endað við vísifingur. Þegar komin 2 bönd fingurna neðra bandinu krækt yfir efra bandið og puttana. Byrjað á vísifingri. Fyrsta lykkjan, önnur lykkjan, þriðja lykkjan og fjórða lykkjan. Nú bandið aftur þrætt á milli fingrana. Byrjað við vísifingur, fram og tilbaka. Eins og í byrjun til að fá 2 bönd hvern fingur. Þá hægt að krækja neðra bandinu yfir efra bandið. Þetta endurtekið eins lengi og vill. Prjónaða lengjan liggur við handarbakið. Til að fella lykkjurnar af lykkjan á vísifingri færð yfir á löngutöng og prjónið þar. Lykkjan á löngutöng færð yfir á baugfingur og prjónið þar. Lykkjan á baugfingri færð yfir á litla fingur og prjónið þar og bandið dregið í gegn til að prjónaða lengjan rakni ekki upp. Lengjan saumuð saman í spíral. Byrjað í miðjunni. Nálin stungið niður í jaðarlykkjun á lengjunni og upp í spíralinn. Hert létt að og svo koll af kolli. Niður í jaðarlykkju spírals og upp í spíralinn. Niður í jaðarlykkjuna og upp í miðju spíralsins.
passa þarf að ekki snúist upp á slönguna í saumaskapnum. Þegar endinn klárast hann festur með því að stinga honum í mottuna, en þá má kljúfa bandið sem stungið í. Þegar nýr spotti þræddur til að halda áfram að sauma saman, hann festur aftar en þar sem fyrri spottinn kláraðist. Spottarnir skarast. Þessi motta saumuð saman á röngunni. Hér réttan. Stærð mottunar fer eftir því hve langt puttaprjónið og hversu gróft garn notað.